Þá það 5. dagskrárliður umhverfismál samgöngusamningur. Bæjarfulltrúi Sóley Björk tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Á síðasta bæjarstjórnarfundi ræddum við umhverfis- og mannvirkjaráð og þar talaði ég að mér fyndist umhverfismál ekki fá nægilega athygli í ráðinu og betra væri að hafa málaflokkinn í sérstöku ráði. Gagnrýninni var svarað með því meðal annars að benda á að ég geti sem best sjálf haft frumkvæði að því að setja umhverfismál á dagskrá og það svo sannarlega alveg rétt. Og ég þakklátt fyrir að fengja þessa ábendingu og ég mun virkilega taka hana til mín og vera dugleg við að setja umhverfismálin á dagskrá hér í bæjarstjórn. En áður en ég sný máli mínu á því sem ég hef gert að umtalsefni í dag, það að segja samgöngusamningunum, þá langar maður að tala um skilgreiningun á umhverfismálunum. Ég áttaði mig á því í raun og veru eftir umræðinu á síðasta fundi að þegar við segjum orðið umhverfismál þá svolítið misjafnt hvað við erum að tala um. Og að því að sum okkar skilgreina allt umhverfi okkar, það að segja bæði manngert og náttúrulegt sem umhverfismál og tala um borð og bekki og útigrill og hvaðina sem umhverfismál og bara svona til þess að sýna fram á þetta bara draga þetta fram að því ég ekkert að segja að þetta sé ekki rétt, ég bara benda á hana mismun sem að getur valdið misskilningi þegar við erum að ræða þessi málefni. Og ég vil bara vitna í framsögu formanns umhverfis- og mannvirkjaráðs með leyfi forseta. Umhverfisdeild sem heldur utan öll umhverfismál og rekstur af ýmsum toga. Undir umhverfismál falla fegrun og hirðing, opin leiksvæði, hreinsun gatna, jólaskreitingar, sorphirða og sorpeyðing, snjómokstur og dýrahald. Eins heyrir undir deildina rekstur á lystigarðinum, útivistarsvæðum, tjaldsvæðum og fleiri verkefnum sem snúa að málaflokknum. En svo vil ég bara segja að þegar ég tala um umhverfismál, þá ég meira að tala um náttúrulegt umhverfi okkar og þau áhrif sem við höfum á það. Og ég að tala um mengun af ýmsu tagi og áhrif okkar á lífríki í kringum okkur. En stundum tengjast þessi hlutir og en þá getum við líka verið að hugsa bara út frá ólíku sjónarhornum. Og ég ætla bara að nefna þessi dæmi eins og snjómokstur. Þá getum við hugsað út frá þjónustunni við einkabílinn eins og hefur verið og var svona í gamla daga meira lögð áhersla á. Eða við getum verið að hugsa hvað áhrif við höfum á loftgæðin með því að leggja áherslu á að þjónusta vistvæna og umhverfisvæna eða ég ætti kannski frekar að segja náttúruvæna faramáta. Þannig ég að hugsa að fara að temja mér aðeins öðruvísi orðalag þegar ég tala um umhverfismál og tala þá einhvern veginn frekar náttúrumál eða eitthvað svolítið af því að svo við séum bara á sömu blaðsíðu þegar við erum að tala um þetta. Og þannig ég segi þetta bara skýrar en ég sagði á síðasta fundi, þá finnst mér bara náttúruvernd ekki vera sinnt nógu vel í nýju skipuriti. Mér samt pínu erfitt að tala um náttúruvernd líka þegar við erum að tala um loftslagsmál, en auðvitað ég þá að tala um bara hið náttúrulega umhverfi okkar, ekki hið manngerða. Bara svo ég skýri þetta svolítið. En þá málefni dagsins hjá mér, það samgöngusamningar. Ég tel að þessi kominn tími til að Akureyrarbær bjóði starfsfólki sínu upp á að gera samgöngusamninga. En slíkur samningur felur í sér að starfsfólk sem velur að nota náttúruvæna faramáta í vinnuna, svo sem strætó, reiðhjól eða ganga, getur á móti fengið styrk sem skattfrjáls. Ávinningur bæjarins sem atvinnurekanda liggur í því að minni þörf verður á bílastæðum auk þess sem að mikil heilsubót getur legið í því að nota náttúruvæna faramáta. Og hafa borist fregnir af vinnustöðum þar sem veikindadögum hefur til dæmis fækkað svo munar. Og nú ætla ég að vitna þessi viðtal við Sigrúnu Sigurðardóttur aðstoðarforstjóra ÁTVR en 3 árum eftir að ÁTVR hóf að bjóða upp á samgöngusamninga birtist þetta viðtal við hana og með leyfi forseta segir hún: Mælingar sýna að dregið hefur úr reykingum og offitu starfsfólks. Kólesteról hefur lækkað og starfsmönnum með of háan blóðþrýsting hefur fækkað rúmlega 60%. Og svo síðar í sama viðtali með leyfi forseta segir Sigrún að dregið hafi verulega úr veikindaforföllum starfsmanna. Fyrir 4 árum voru fjarvistir vegna veikinda 4% en í fyrra mældust þau rúmlega 2%. En það ekki bara heilsubót starfsfólksins sem undir, heldur það í raun og veru heilsa allra bæjarbúa.
Því eftir því sem færri bílar aka hér göturnar, því minni verður loftmengunin. En samkvæmt loftgæðaskýrslu Umhverfisstofnunar Evrópu má gera ráð fyrir að 80 ótímabær dauðsföll eigi sér stað hér á landi á ári hverju sem rekja má til svifryksmengunar. Nú þegar hafa fjölmörg fyrirtæki og stofnanir boðið upp á samgöngusamninga. Reykjavíkurborg ruddi brautina en það var haustið 2008 í nóvember sem að sú ákvörðun var tekin og skömmu síðar fylgdi verkfræðistofan Mannvit í kjölfarið. En nú held ég að það sé kominn tími á að við sem stýrum fjölmennasta vinnustað á Akureyri drögumst ekki lengra aftur úr og tökum ákvörðun að stíga þetta skref og hvetja okkar starfsfólk og umbuna fyrir heilsusamlegan og náttúruvæna ferðamáta. Ég vil því leggja fram eftirfarandi tillögu til samþykktar. Hún hljóðar svo: Bæjarstjórn samþykkir að bjóða starfsfólki Akureyrarbæjar upp á að gera samgöngusamninga og felur bæjarráði að útfæra slíka samninga. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra í bili, ég hef enga hugmynd hversu vel eða illa þið takið í þessa tillögu eða hvaða skoðanir þið hafið á gerð slíkra samninga, en ég hlakka til að heyra það. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sinni, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf. Forseti, ágæti bæjarfulltrúar. Mig langar til þess að koma hérna aðeins upp og bregðast við máli bæjarfulltrúar Sóleyjar Bjarkar. Hún var að vitna hérna meðal annars í stefnuræðuna mína, síðasta bæjarstjórnarfundi, sem bara algott finnst mér. En hún vitnaði líka til þess að málaflokkurinn hefði ekki fengið tíma eða ekki notað sanngirnis í nýju ráði þar sem þetta hefur verið sameinað öðrum og stærri málaflokkum. Við höfum talað fyrir því hér að við séum alls ekki sammála þessu. Og ég get ekki séð að málaflokkurinn fá að njóta sín eitthvað betur einn og sér heldur en með öðrum málaflokkum sem einmitt tengjast honum líka og fjármagn sem kemur frá þeim málaflokkum inn í umhverfismálin. Við erum með nákvæmlega sömu mál. Öll erindi sem berast bænum og ákvarðanir sem við þurfum að taka koma fyrir ráði, hvort sem þetta heiti umhverfis- og mannvirkjaráð eða umhverfisráð. Við erum með sömu starfsmenn, við höfum meira að bætt í og búin að ráða forstöðumann umhverfismála. Þannig að við höfum frekar bætt í heldur en hitt. Þannig að ég get ekki séð að þetta gangi eitthvað betur eitt og sér heldur en í samlegð með einhverjum öðru. Skilgreiningin á umhverfismálum getur væntanlega verið mismunandi eins og heyrðist á máli bæjarfulltrúar Sóleyjar Bjarkar. En mér langar nú aðeins að taka það fram á þess að vera eitthvað, mér langar bara að taka það fram á þetta var löng ræða og það alls ekki hægt að fara inn á allt í svona stórum málaflokk, en ég kom einnig inn á svifryk og svifryksmæli. Ég kom inn á Compact of Mayor sem umhverfismál, festu sem umhverfismál, vistu, moltu, eyðingu óæskilegra planta, þannig að það var nú ansi margt. Það var ekki bara fegrun og umhirða hérna í Bæjarlandinu sem var farið inn á heldur ansi margt fleira en það stór og ærin mál. Ég fagna þessar umræðu hérna varðandi umhverfisvænar samgöngur. Við höfum nú rætt þetta einhvern tímann áður hérna í bæjarstjórn að mig minnir. En ég velti því aðeins fyrir mig hvort bæjarfulltrúi Sóley Björk hafi hugsað þetta sem væntanlega líka sem kjarabót fyrir starfsmenn bæjarins. En þetta, ég líti á þetta sem kjarabót sem að kannski ekki allir geta nýtt sér. Það er ekki allir færir að taka almenningssamgöngur sem eru fríar í bæjarfélaginu. Það er alls ekki allir sem geta gengið í vinnu eða hjóla í vinnu og þurfa að nýta einkabílinn. Þannig þeir geta þar alveg ekki nýtt sér þennan samgöngustyrk, myndi ég halda. En ef við reiknum með að það sé svona hvað, það er talað 20–30% starfsmann sem nýta sér þetta á hverju vinnustað, allavega er það reynslan hingað til með það sem ég fekk upplýsingar þegar ég fór að kynna mér þessi mál. Þannig ég velti fyrir mig aðeins hvort bæjarfulltrúi Sóley Björk hafi kannað þennan kostnað. Og ef svo er, hvar hún hafði hugsað sér að taka hann, sker annars staðar niður til þess að mæta þessum kostnaði. Ég er svolítið forvitin að vita það. En ef að þetta fjármagn væri til staðar, þá væri þetta að gera ansi margt líka til þess að ekki einungis að koma til móts við einangran eða takmarkan hóp heldur til þess að koma til móts við alla bæjarbúa. Við erum meðal annars að gera það með almenningssamgöngur sem eru fríar í dag. Við erum búin að fara yfir leiðakerfið og reyna að bæta það eftir samráð við bæjarbúa og sú vinna er enn í gangi og er í raun alltaf opin til endurskoðunar. Það væri mögulega hægt að skoða biðstöðvar og fara í uppbyggingu enn frekar í hjóla- og göngustígum. Það væri hægt að fara að vinna að frekar að umhverfisvænum lausnum eins og við höfum verið að vinna að með metanframleiðslu og lífdísilframleiðslu. Þannig ég velti mér aðeins fyrir með forgangsröðunina því að vissulega er þetta gott mál. Ég er alls ekkert að gera lítið úr því. En það sem að ég eftir þegar ég fór að kynna mér þetta,
þá í rauninni sá ég fram á líka að markmiðið með samgöngustyrkjum væri meðal annars að létta álagstímum í umferðinni, draga úr mengun útblæstri sem vissulega gott og gilt. Þá er verið að tala um Reykjavíkurborg sem er í vandræði með fjölda bíla sem við búum kannski ekki enn sem komið er að hér á Akureyri, meðal annars kannski vegna ókeypis almenningssamgangna, gæti verið. En ég velti þessu svona upp, langar þess að velta fyrir mér þessari spurningu til bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar hvort hann hafi kannað kostnaðinn við þetta. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, kannski bara aðeins að grípa boltann sem bæjarfulltrúi Ingibjörg skildi hann eftir eða kasta hann upp, að ég er alveg sammála því að við þurfum að þegar svona tillaga kemur sem er mörguleyti alls ekki óskynsamlega sérstaklega þegar við erum að horfa til þess að við ætlum að vera hér heilsueflandi samfélag, að þá finnst mér vert að skoða svona, en hins vegar þá að koma með svona tillögu og fela bæjarráði að taka boltan er pínlítið að gefa í skyn að við ætlum að fara út í eitthvað sem við höfum ekki kostnaðarreiknað eða tekið tillit til hvernig við ætlum að fjármagna, vegna þess að eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg koma inn á þá er ýmislegt í þessu sem við þurfum að velta fyrir okkur. Við erum hér í bænum að veita fría samgöngur og við erum hérna líka með fólk sem í vinnu sem hugsanlega myndi ekki geta nýtt þetta, og við ræddum það bara í okkar hópi þegar við vorum að ræða þessa tillögu hennar, að þá til að mynda er fólk sem er bara háð því að vera á bíl. Oft er það fólk sem er með börn og hefur kannski þannig aðstæður að það getur ekki gert þetta mun kannski lenda, eða þessi styrki munu frekar fara til fólk sem kannski er eldra og það er kannski gott að það fari þarna í heilsueflingu. En ég held aftur á móti að við þurfum aðeins að skoða þetta betur og hér kemur tillaga á eftir sem að bæjarfulltrúi Silja ætlar að flytja. Talvan hennar fraus bara og hún sendi mig upp í staðinn til þess að þæfa málið aðeins af því það var enginn búið að biðja um orðið. Þannig að ég kom bara hingað í pontu bara til þess að bjarga henni, þannig að en ákvað þá bara að taka undir með Ingibjörg og hafa þetta svolítið létt og skemmtilegt. En ég held að þetta sé ljóst að þetta liggur ekki fyrir hvernig þetta hversu mikið þetta myndi koma til með að kosta okkur. Þetta er fullgild tillaga og ágætt að skoðun, en við erum búin að stofna hópum heilsueflandi samfélag og hann er að fara af stað með vinnu vantarlega á næstu dögum. Og þetta er þá bara eitthvað sem við myndum og tillaga Silju sem hún ætla að lesa upp þegar talvanin er farin í gang mun hljóða eitthvað á þá leið að hún vilji vísa þessu til vinnu þessa ágæta hóps. En Silja, nú get ég ekki tala meira, það var eitthvað annar að taka við. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur. Það ætlar hann að hjálpa Silju að Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það er mjög ánægjulegt og nauðsynlegt að tala um náttúruvernd og hvað við getum gert í því. Ég tel nú ekki rétt að samþykkja þessa tillögu núna. Mér finnst þetta miklu stærra mál en svo að við getum samþykkt hana umræðulaust. Við þurfum að ræða þetta bæði almennt í bænum og í okkar stjórnmálasamtökum sem við erum fulltrúar fyrir. En stóra verkefnið náttúrulega hjá okkur jarðarbúum þessar mundir eru loftslagsmálin. Og þar höfum við verið að standa okkur bara býsna vel hérna á Akureyri. En við þurfum að halda áfram með því, við þurfum að leggja áherslu á það að brenna minnu af jarðefnaeldsneyti. Og þá getur maður spurt hvað er þá svona helsta málið í því? Við höfum verið að standa okkur ágætlega í að setja hérna grænstæði og hleðslustöðvar og slíkt. En ég ætla bara að leyfa mér samt að segja það að eitthvað stærsta málið í þessu, í svona bæ eins og okkar, er það að þétta byggð. Með þéttari byggð þá gerum við fólki kost á því að velja það að ganga eða hjóla í stað þess að keyra. Ef við förum með byggðina út allar trissur, þá erum við að brenna meiri og þá erum við að gera aðstæður þar sem við erum bara keyrandi á bíl endalaust. Og svona umhverfi getum við til dæmis séð í höfuðborginu okkar, sem er mjög stóra flatamáli, þótt hún sé miklu
færri sem búa heldur en í borgum sem eru jafnstórar á flatarmáli. Og þar hafa sérfræðingar komist að því að eina svari séu auknar almenningssamgöngur og svo kölluð borgarlína. Og ég ætla bara að skjóta ykkur hérna að þar ríkið búið að segja að það ætli að styðja þessar almenningssamgöngur í þéttbýli. Og þá spyr ég, er þá ekki rétt að ríkið styðji líka almenningssamgöngur í þéttbýli hjá okkur og kannski víða annars þar? Ég myndi gjarnan vilja fá tíðari ferðir á strætó og gefa þannig bæjarbúum kost á því að nota hann betur heldur en núna, því að hann alltaf nýtist að vissu leyti á takmarkaðan hátt vegna þess að ferðirnir eru svo fáar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Jón Þorvaldur hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sigríður Huld. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara fagna þessari umræðu. Það er alltaf nauðsynlegt að ræða málefni sem að lúta að lýðheilsu og svona almennings heilsu íbúana og hvernig við getum verið að stuðla að betra samfélagi fyrir alla. Og tek einmitt undir það að það er svo margt sem við getum gert eins og sem bæjarstjórn, eins og kom hér fram áðan í sambandi við eins og til dæmis það að þétta byggð, að þar er ákveðin tækifæri til þess að stytta vegalengdir, fækka þeim sem þurfa að nota bílinn og auka þá hlutfall þeirra sem að geta gengið til og frá vinnu í skóla eða til að sækja þjónustu eða nota hjólreiðar. Og eins og hefur nú svo oft áður komið fram og kom fram á síðasta bæjarstjórnarfundi að við búum einstaklega vel hér á Akureyri með okkar frábæru göngu og hjólastíga. Mér finnst alveg ástæða til þess að skoða hvað við getum gert til þess að efla starfsfólki sem vinnur hjá Akureyrarbæ, en við verðum líka að tengja það þá þeim íbúum hérna á svæðinu líka, því að við þurfum, mér finnst að eiga að horfa til líka til íbúana, ekki bara starfsfólk. Kannski erfitt að gefa öllum íbúum samgöngustyrk, en við gerum það engu að síður, til dæmis með því að reka strætó. Og ef ég fer rétt með þá er það 150 milljónir sem við erum að borga í rekstur og strætó í dag og ári, og það er dágóður samgöngustyrkur sem að fer til bæjarbúa, hvort sem þeir starfsmenn eða íbúar. En bara líka taka undir það sem kom fram í máli bæjarfulltrúa Ingibjargar það hvernig ef við förum í eitthvað sem heitir samgöngustyrkur og þá kemur út væntanlega einhver tala hvað það mun kosta bæjarfélagið, er það sem við viljum vera að nota peningana í eða ekki, þannig að það er nauðsynlegt að skoða þetta og finna leiðir sem að þjóna hagsmunum íbúa ekkert síður en starfsmanna. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huld hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bara að byrja á að segja að ég er sjúklega spennt fyrir að heyra þessa tillögu sem að meirihlutinn ætlar að leggja hérna fram, eða bæjarfulltrúi Silja, að því ég er ekki alveg viss. Ég heyri að það er mikið neikvæðni gagnvart þessu og þessu máli fundi allt í foráttu, þannig ég er mjög spennt að heyra hver verður loka niðurstaðan á þessu máli. Verður því hafnað að verður gerð einhver önnur tillaga sem heyrðist á bæjarfulltrúi Guðmundi að lagi í loftinu. Og það velti ég fyrir mig hversuna verið að kalla eftir að því að maður getur sjálfur sett mál á dagskrá ef að viðbrögðin eru einhvern veginn svona neikvæð. En það á eftir að koma betri í ljós. Kostnaðurinn. Hjá Reykjavíkurborg hef ég þær upplýsingar að kostnaðurinn sé 12 til 14 milljónir á mánuði. Hjá Reykjavíkurborg eru tæplega 7.000 stöðugildi. Út úr þessu reiknast mér að það sé rúmlega 30% nýting á samgöngusamningnum
og ef við umreiknum það yfir á okkar stöðugjaldafjölda með sambærilega lýtingu þá erum við að tala um 30–35 milljónir á ári. Ég treysti bæjarráði fullkomlega til þess að finna þá peninga eða hugsanlega láta vita af því að þetta bara gangi ekki upp vegna þess að tillaga mín felur auðvitað bæjarráði útfærsluna á málinu. Hvað varðar, þetta allt svo skrítið, sem kjarabót. Þetta í raun og veru ekki hugsað sem kjarabót, þetta hugsað sem hvatning, þetta skattfrjálsar greiðslur sem að getur held ég verið hægt að segja að gangi að einhverju leyti upp í kostnað við búnað. Þetta ekki það háa greiðslur yfirleitt og sérstaklega ef að fólk velur að nýta sér, það alveg rétt sem hefur verið bent hérna og við erum auðvitað að styðja við þetta með því að hafa gjaldfrjálsan strætó sem mjög gott mál. En ég held að þetta sé hugsað þannig að það sé raun og veru, þú þarft kannski að vera betur skóaður, þú ert kannski að eiga meira útifötum, þú þarft kannski kaupir þér reiðhjól, ég tala nú ekki rafhjól. Þannig að það svona, en þetta ekki hugsað beint sem launauppbót, en auðvitað þetta, þetta samt peningur í vasan og maður getur auðvitað bara að gengja á gömlu skónum sínum og ekki lagt út í mikinn aukakostnaði, kannski áma bara rosa mikið útifötum fyrir. Ég velti fyrir mér vegna þess að ég veit að eitt fyrirtæki allavega bæjarins að bjóða upp á þetta, það Norðurorka og nú situr hér fólk sem í stjórn Norðurorku og ég velti fyrir mér við að mismuna þá starfsfólki bæjarins með því að eitt fyrirtæki bæjarins bjóða upp á þetta önnur ekki. Það svona áhugaverður vinkill ef fólk vil velta þessu upp sem kjarabót. Og sem jafnræði þá getur maður sagt líka að það kostar auðvitað heilmikið að búa til bílastæði. Bílastæði taka mikið pláss og þau taka eins og hér hefur bent á bara pláss úr bæjarlandinu. Og þá getur maður sagt líka þá jafnræði milli þeirra sem að velja að nota ekki einkabílinn og nota þar af leiðandi ekki bílastæðin. Það verið að leggja út í kostnað fyrir þann hóp en ekki þá á móti fyrir þann sem ekki nýtir sér þetta. Það auðvitað margir fletir á þessu og það hægt að velta þessu upp. Talandi strætó, þá getur maður líka bent á það að hér auðvitað verið bent á að strætó ekkert eins og maður myndi gjarnan vilja sjá hann. Ferðirnar þyrftu að vera tíðari og það þyrftu að vera meiri þjónustu kvöld og helgar. En það erfitt. Það raun og veru pólitísk ákvörðun sem ég skil að getur verið erfitt fyrir sumt fólk að taka þegar að notkunin kannski ekki meira en hún Þannig að ef við notum kerfi meira, þá getum við líka sagt, þá getum við líka bætta. Það getur verið hægt að líta á það sem ákveðin tröppugang. Þannig að það margt í þessu, en ég bíð ennþá spennt eftir tillögu eða niðurstöðum í þessar umræðum. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langar svona rétt þess að koma upp á þess að lengi umræðunar eitthvað mikið. En ég hreinlega velti fyrir mig hvort ég sé hreinlega á sama fundi en bæjarfulltrúi Sóley Björk. Þegar mér finnst við ekki hafa tekið illa í þessu umræðu. Þvert á móti heldum við verið að velta upp alls kyns hugmyndum útfærslur og erum tilbúin með að senda þetta. Bæjarfulltrúi Silja kemur með það hérna eftir tillöguna. En allir bíða spenntir eftir því, já. En það ekki þar með sagt að þó maður setji mál og dagskrá allir séu sammála manni. Við höfum öll okkar skoðanir og við höfum komið þeim á framfæri að sjálfsögðu. En þetta mikið fjármagn, þetta 30–35 milljónir. Ef 500 starfsmenn taka við þessum greiðslum sem 7.500 krónur á mánuði, þá erum við að tala um 45 milljónir á ári. En já, þetta væri hvatning eins og bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á skattfrjálsar greiðslur, kostnað við búnað, en þetta meðal annars líka greiðsla vegna samgöngusamnings sem ætlað að standa undir kostnað vegna vistvæns ferðamáta, svo sem fargjalda með strætó, sem þarf ekki að greiða á Akureyri. Bara svona svo það komið fram, enn og aftur. En að því að bæjarfulltrúi Sóley Björk kom inn á það að strætón væri lítið notaður, þá langaði bara að koma upplýsingum inn á framfæri, en frá því að við breyttum strætókerfinu og höfum ókeypis í strætó hjá okkur, þá hefur aðsóknin, ef þannig má orði komast, stór aukist og það 500.000 heimsóknir á ári í strætó hjá okkur Akureyri. Takk. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Silja Dögg.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Kannski byrjaði að þakka bæjarfulltrúa Guðmundi fyrir að stökkva hérna inn þegar talva mín fraus áðan og ég lenti í smá vandræðum. En það er gott að blessa og hún er komin í lag sem betur fyrr. En ég ætla að fá að koma inn í þessu umræðu með aðeins annað vinkil og ræða samgöngustyrkin svolítið út frá heilsueflandi samfélagi. Og ég ætla að byrja á því að lesa punkta upp sem er partur af því sem er að vera heilsueflandi samfélag. Og það sem þessi stýrihópur sem ég kem að sína eftir mun vinna eftir. Og það hljómar svona: heilsuefling er ferli sem gerir fólk kleift að hafa aukin áhrif á heilsu sína, bæta hana og er það heildræn nálgun lykillinn að árangri. En það getur umhverfi stuðla að og gerir einstaklinga kleift að velja sér lífstíl sem er heilsueflandi. Annar punktur er að samfélög geta valið sér ólíkar leiðir á vegferð sinni til heilsueflingar en meðal annars móta stjórnsýsla einstaklingar og umhverfi samfélagið í sameiningu. Nálgunin getur mótast í mismunandi átt eftir áherslum, áhuga og markmiðum. Mér langar aðeins bara að koma inn á þetta til upplýsingar og ég ætla að taka undir að mér finnst gríðarlega mikilvægt að við hvetjum íbúa Akureyrar sem og starfsfólk Akureybæjar til hreyfingar eða nýta sér almenningssamgöngur. Og nú þegar leggjum við mikið fjármagn í mannvirki, íþróttamannvirki, göngustíga og gerum þannig í bæjarbúum kleift á að hreyfa sig og einnig hvetjum við fólk til að nýta sér almenningssamgöngur meðal annars með fríum strætó eins og áður hefur komið fram. Og persónulega væri ég frekar til í væri ekki kannski frekar en væri líka til í að sjá það að það veri sett meira fjármagn í bættari samgöngum með því til dæmis að auka við strætóleiðum. Þannig að það sé auðveldara að nýta sér þann valkost og skoða og ég til líka sé mikilvægt að skoða það vel hvort hægt sé að finna fleiri leiðir til að styðja við samgöngu fyrir alla. En við höfum nú þegar samþykkt að Akureyri verði heilsueflandi samfélag og það var samþykkt í frístundaráði að stofna stýrihóp þess efnis og ég tel og við hjá meirihlutanum teljum það einmitt eiga heima í vinnu þeirra hóps og okkur langar að leggja til þessa bókun. Þegar hefur verið samþykkt hjá frístundaráði að stofna stýrihóp verkefni heilsueflandi samfélag. Bæjarstjórn telur eðlilegast að umræðan samgöngustyrki fyrir bæjarbúa og eða starfsfólk Akureybæjar sé meðal annars hlutverk stýrihóps heilsueflandi samfélag og verði tekið fyrir þar. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Eva Hrund. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Verðugt mál sem að þarf að ræða. Ég svona bara til að vera hinskil, ég veit ekki alveg hvort ég á að fara til hægri eða vinstri í þessu máli. Auðvitað vilja við sem heilsueflandi samfélag og ég vil hvetja til þess að fólk nýti sér annan ferðamáta en ekki bara bílinn. En ég samt líka á því að það eru stór hópur af starfsmönnum bæjarins og bara bæjarbúum sem að sér ekki annan kost og þá kannski sérstaklega eins og bæjarfulltrúi Ingibjörg kom inn á foreldrar með börn sem þurfa að koma þeim til og ég sem foreldri þarf að vera endalaust í skutli til og frá ýmsum tómstundum og ég gerir ráð fyrir að það séu flestir foreldrar sem séu í því. Þannig að ég veit ekki kjarabót og ekki kjarabót. Í mínum huga er þetta sjálfsögðu kjarabót því að þú hlýtur að spara á móti í bensínkostnaði og í stað þess að kaupa þér búnaðinn. Þannig að ég horfi allan á þetta sem kjarabót og líka þetta er skattfrjálst. Þannig að þannig ert að fá tekjur sem þú ert ekki greiða skatta og þú ert að spara bensín á móti. Þannig að ég lít að sjálfsögðu á það sem kjarabót.
Ég var búin að reikna til að ef það væri 20% af 1500 stöðugildunum hjá okkur sem að væri að nýta sennilega styrk á 7500 og svo ef við erum með 500 starfsmenn þar í hlutastarfi hérna hjá okkur sem að fængi þá helmingin eins og Reykjavíkurborg að gera þetta, þá sé þetta 27 milljónir rúmlega og geta verið frá 20 og kannski 5 og upp í 35 kannski. Allan að mín tilfinning í dag að þeim peningi betur varið í að auka við strætókerfið því að þar væru allir bæjarbúar sem að hefðu kost á að nýta sér það þá meira og betur heldur en í dag. Við höfum allan að tala fyrir því hér að reyna að bæta við vagni og bæta þar. Þannig ég er ekki að stökkva á daginn eins og ég sagði, ég svona, þetta haldið mér slepptið með samband gagnvart þessu máli. Út frá þessum forsendum að mér langar að bæta strætósamgöngur. Ef við ættum nóga peningu þá myndi ég segja sjálfsögðu förum við í þetta verkefni en svo það líka þetta að það ekki kannski allir og kannski sem að geta nýtt sér þetta og þá kannski sérstaklega þeir sem að þyrftu á eins og kjarabótinni að halda ef við horfum á þetta þannig sem getur nýtt sér það. Ég get nú ekki svara fyrir Norðurorku, en mig grunar allan að með þá reynslu sem ég hafði á Norðurorku að fá bílastæði þar á tímabili var bara ekki hægt, þannig ég var að spá í hvort að það hefði verið hvati til þess að fara þessa leið og ég gef mér að það hafi líka verið hvati hjá Reykjavíkurborg að fara í þennan styrk út af bílastæðamálum og líka það að þar eru ekki fríar samgöngur, við erum að bjóða upp á fríar samgöngur hér á Akureyri en Reykjavíkurborg ekki, Þannig ég tel mig eða tel okkur vera að gera ágætlega í þessum málum með því að vera með frían strætó. Ég allan á því að við erum allan ekki að horfa til þess að breyta því neitt í bráð. Ég held og ég sé það bara á til dæmis krökkum að þau eru að nota strætó miklu meira heldur en allan að ég gerði í gamla daga. Því maður var ekki alltaf með pening á sér og krakkar auðvitað ekki heldur í dag þannig að þau bara stökku upp í strætó þar sem þau eru og stökku úr honum þar sem þau þurfa að fara þannig að ég hefði allan að horfi mín sýn allan að núna að ef ég ætti þennan pening að þá myndi ég hugsanlega frekar setja hann í að bæta strætósamgöngunar en ég vil að sjálfsögðu bara skoða þetta mál en frekar þannig ég er ekki að segja ég sé neikvæð og segi bara nei hér og nú þannig að því að bæjarfulltrúi Sólu var að tala að viðbrögðin væri mjög neikvæð ég hef nú ekki verið viðbrögð það, ég held að ég sé svo neikvæðasta sem hefur komið upp hingað til gagnvart þessu máli en þannig að ég reyndar á þeirri leið að mér finnst að svo nefnd sem að horfa á þetta heildstætt ætti að taka við þessu máli þannig að ég horfi til tillögu hennar Silju, bæjarfulltrúa Silju að fara með þetta þá leið en ég vil samt sem að þakka bara bæjarfulltrúa Sólu að koma með máli til okkar og vekja upp umræðina. Bæjarfulltrúi Hrund hefur lokið máli sínu, næst tekur til máls bæjarfulltrúi Sóley Björk. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Það ekki búið að stofna þennan starfshóp. Það ekki rétt að það sé búið að stofna þennan starfshóp. Í bókun fyrir rúmum 4 mánuðum síðan í frístundaráði samþykkti frístundaráð að óska eftir því við bæjarráð að skipaður verði stýrihópur. Það erindi hefur ekki borist bæjarráði. Þannig að ef þið ætlaði að svæfa máli með þessu þá bara finnst mér það leitt. Ef þið ætli raunverulega að vinna málið af áhuga í gegnum þetta, þá er það bara frábært. En ég vildi bara að við svona tækjum ákveðnara skref í þessu. Og það að vísa þess til bæjarráðs, það raunverulega bara til að skoða málið. Það held ég að sé besta leiðin til þess að segja við ætlum að gera það, við viljum gera þetta. En ég meina, ég meina bara, þið gerir þetta eins og þið haldið að þið gera þetta.
Ég er svolítið pínu ánægð með að heyra hérna að það er alltaf að tala um 7.500 krónur á mánuði sem eðlilegan styrk. Það er hérna hámarkið sem að hægt er að greiða í samgöngustyrk án þess að á það sé lagður skattur. Það er mjög misjafnt hvaða upphæð fyrirtæki hafa valið að setja í þessa styrki. Það getur verið allt frá bara rétt 4.000, það er það lægsta sem ég hef heyrt var 4.200. Og maður getur einmitt hugsa það út frá því sko hvort að útlagður kostnaður fyrir ferðirnar sé hins sami alls staðar. Ég held reyndar ekki og það eru fjölmörg fyrirtæki sem starfa á landsvísu, allavega bæði hér á Akureyri og Reykjavík sem að bjóða öllu sínu starfsfólki upp á sama samgöngustyrk og þá er ekkert verið að skera niður í styrk til Akureyringa því að það er frítt í strætó. Það er þá bara enn ein rök fyrir að búa í þessum frábæra bæ. Ég held ég hafi sagt að strætó væri ekki nógu mikið notaður eða lítið notaður. Yfirleitt er þetta þegar við erum að tala um þetta í hina áttina, þá er kannski þá er ég yfirleitt ekki manneska sem held ég fram að strætó sé lítið notaður. Ég held að strætó sé, og ég átta mig fullkomlega á aukningunni sem hefur orðið síðan að strætó var gefinn gjaldfrjáls, en ég er alveg sannfærð það að það er hægt að nota þetta kerfi margfalt meira og betur og nýta það betur. Og til dæmis hef ég talað að það veri hægt að gera ráðstafanir til þess að veri hægt að fara með hjól meira í strætó því þá geti fólk hjóla niður eftir og tekið strætó upp brekkurnar. Það er alls konar leiðir auðvitað. Það má fara með hjóli í strætó á öllum tímum. Þetta vita ekki allir. Ekki eins og allir strætóbílstjórar held ég, en gott. En eins og ég segi, það er rosa, það sem við þyrftum eiginlega að vera að hugsa við þyrftum alltaf að vera að hugsa hvernig hvetjum við fólk sem best til þess að nýta þetta sem við erum búin að gera og hvernig gerum við betur sem bæjarfélag. Takk. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Bæjarfulltrúi Sóley vitnaði til þess í ráðan að 12. október hefði frístundaráð samþykkt að stofna þennan stýrishóp og vísaði því til bæjarráðs eða vísaði því til bæjarráðs. Það er nú þannig að stundum eru ráð að vísa einhverju til bæjarráðs sem á ekkert að fara til bæjarráðs og ég held að það hefði verið búið að koma í til skila að sjálfur sér stýrihópurinn í þessu tilfelli að þessi verkefnahópur, hann var gert ráð fyrir honum í fjárhagsáætlun eða peningum vegna heilsueflandi samfélags var gert ráð fyrir fjárhagsáætlun og það lá bara fyrir að frístundaráð byggði til erindisbréf og bæri það undir bæjarstjóra og bæjarráð hafði ekkert með þessa stofnun og þessum heilsueflandis hópast að gera. Þannig að við skulum láta það mikilvægt til að liggja með hluta. Ég held að þessu verður kippt í liðin, þessi hópur verður settur á laggirnar. Það var meiningin, ég held að hefði bara verið búið að ganga frá því formlega aftur í frístundaráði en hins vegar er þetta ekki málefni sem bæjarráð átti að taka neitt sérstaklega fyrir og voru kannski mistök þá í þeirri bókun. En það er nú svoleiðis að það hefur nú borið svolítið á því og við þurfum að skerpa á því. Kannski verður það verkefni næstu bæjarstjórnar að skerpa svolítið á þessum hvert á að vísa málum innan bæjarkerfisins. Stundum er verið að vísa innan kerfisins eitthvað sem er ekki rétt að gera og það hefur komið fyrir núna på síðkastið held ég bara í öllum nefndum að það verið að vísa á bæjarráð sem einhver svona ruslakistu fyrir einhverju sem menn vil ekki ganga frá í sín megin nefndum. Það er ekki bæjarráð eða fjárhagsnefnd. Hins vegar þarna skal ég sér vaknaði þess bara þegar bæjarfulltrúi Eva var að tala um strætó og kostnað og svo framvegis. Allir búin að tala um þetta og ég ætla kannski líka aðeins að ég byrja á því bæjarfulltrúi Sóley að það getur vel verið ég hafi verið neikvæður hérna áðan, kannski einn fyrir utan Evu, að vera pínu neikvæður, bæjarfulltrúi Evu, að vera pínu neikvæður, en ég var nú að reyna bara að koma upp til þess að bjarga hlutum, en hins vegar get ég aðeins núna aðeins tekið á bara það sem ég myndi að vilja hafa sagt hafi í þessu að þetta er náttúrulega algjörlega, ég bara styð þessa tillögu sem að bæjarfulltrúi Silja leggur hér fram fyrir meirihlutann. Það er, af því að það var vitnað hér í tölur úr Reykjavík, þá til dæmis athyglisvert að velta því fyrir sér að því við erum með fría samgöngu hér á Akureyri,
að maður gæti velt því fyrir sér að margur af þeim einstaklingur sem að nýti sér samgöngustyrk í Reykjavíkurborg noti hann til í strætó. Og árskort í strætó kostar 72.000 krónur. Það kostar 12.300 krónur mánaðarkortið. Þannig að 7.500 króna styrkur upp í þetta, dugar í fyrir árskortið, þá er nærðu því, en hins vegar svona það er bara til samanbarað. Við erum með þennan fría styrk til fólks, þar að segja frítt í strætó, og ég tek undir það bara sem menn hafa verið að tala hér, að ef að við hefðum svigrúm, og það held ég að það er þessi hópurs skoði, en svigrúm til dæmis upp á 25-35 miljónir eftir hvernig við tölum það væri vissulega gott að nýta það til að auka þjónustu okkar strætó. Og það hefur við verið að tala fyrir, held ég bara allir bæjarfulltrúar í gegnum þetta kjörtímabil. Það væri voðalega gott ef við getum aukið þar við. Þetta er dýr rekstur, við hefum verið að veita þetta frítt og viljum halda því áfram, en það væri gott ef að myndaði svigrúm til þess að bæta í því ágætu þjónustu. Herrum, annars var ekki annað, takk. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég ætla aðeins að taka upp hanskan fyrir frístundaráð og það var ákveðið á einhverju tímapunkti að allir vinnuhópar eða stýrihópar færu í gegnum bæjarráð, þess vegna var þetta að vísa þangað, en nú þegar er búið að búa til erindisbréf sem á að berast til bæjarstjóra, ef það er ekki nú þegar búið að berast, þá bara á næstu dögum vonandi. Ég er allan búin að fá það í mínar hendur og það verður bara farið í það á næsta fundi að skipa, það er nákvæmlega skipa fólk í hópinn. Þannig að þetta er eitthvað sem að verður. Það er alveg 100% og ég get bara lofa því hér og nú. Bæjarfulltrúi Silja Dögg hefur lokið máli sínu, orðið laust. Fyrir okkur leggja bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur beðið aftur orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, vildi bara koma hérna upp til að þakka fyrir umræðuna og lýsa því yfir að ég stend við mína tillögu en verði henni hafnað, sem ég er ekki alveg búin að gera mig grein fyrir, en þó held ég það nú samt, að þá mun ég greiða atkvæði með tillögu meirihlutans vegna þess að mér finnst bara, lítið betur en ekkert. Takk. Bæjarfulltrúi Sóli Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það sem enginn hefur kastið ljós, þá liggja fyrir okkur 2 ályktanir. Þegar hefur verið bæjarfulltrúi Silja Dögg lagði fram fyrir hönd meirihlutans, þegar hefur verið samþykkt hjá frístundaráði að stofna stýrihóp verkefnið heilsueflandi samfélag, bæjarstjórn telur eðlilegast að umræða samgöngustyrk fyrir bæjarbúa og starfsfólk Akureyrarbæjar sé með það hlutverk að stýrihópsins heilsueflandi samfélag að verði tekið fyrir þar. Þessi geta samþykkt það vinsælst. Jú, við getum gert það fyrir ekki, fyrst bara ásökunum á því. Bæjarstjórn samþykkir að bjóða starfsfólki Akureyrarbæjar upp á að gera samgöngusamning og felur bæjarráðið útfæra slíkan samning. Þessi geta samþykkt það vinsælst gefið merki. Það er 1 þeir sem á móti. Það eru 10 á móti. Þá legg ég fram þá bókun því lags upp fyrst sem þegar hefur verið samþykkt hjá frístundaráði, þess að geta samþykkt hana, þess að gefi merki. Það er samþykkt með 11 atkvæðum.